í bakið. Þannig það alltaf keppnisnúmerið ykkar undan og borðanúmerið ykkar hérna niður í horninu. Þetta Norðurlandamót í Ben's Rest, við getum sagt að það hafi verið byrjað að ræða þetta drög að þessu móti síðasta vetur, líklega fyrir áramót. Það voru þeir Jóhannes Frank og Daniel Madsen sem voru að stinga saman nefjum hvort það væri hægt að halda svona mót mögulega á Íslandi. Það var haft samband við Skotfélag Húsavíkur og við vorum spurðir hvort að við hefðum vilja og getu til þess að halda svona mót. Að sjálfsögðu hefðum við viljan. Það komu þarna mjög þekktar skyttur frá Finnlandi og Svíþjóð. Einn frá Finnlandi og tveir frá Svíþjóð sem eru mjög sterkar skyttur bara á alþjóða mælikvarða. Even though this is really probably the biggest hobby for me, but my passion is hunting, and I'm coming from the hunting circles, and that's why the precision and accuracy has been like whole my heart and soul, whole my life, and I wanted to improve that and started to compete, and I haven't regret any day since. Jag har varit här förut och det är väldigt trevligt folk, väldigt trevlig natur, allting bra, 100 poäng. Jag träffade en islänning i USA 97 första gången på en bänkskyttetävling där. Och då hälsade jag på han 2005 när vi var på väg till USA igen och tävla. Och då var vi här några dagar, fiskade och jagade lite grann. Och så har jag träffat Johannes Frank på några tävlingar och sen tyckte han att vi skulle komma hit och skjuta nordiska. Hvernig gengur þetta? Frábærlega. Ertu að vinna? Nei, ég er í fríi. Já. Þetta virðist nú kannski ekkert vera neitt merkilegt að 12 keppendur og skjóta úr byssum og blað en það eru ótrúlega margir hnútar sem þarf að hnýta og margt sem það þarf alltaf verið í lagi, það þarf alltaf að ganga hnökralaust. Við þurfum að smíða ákveðin tæki á brautinu svo væri hægt að halda mótið. The Ben's Rest community, it's not large, there are no thousands of Ben's Rest shooters, but it's a tight community and everybody helps everybody and one must be all scared to just ask and this is no voodoo or black magic and more like camaraderie and stuff like that. But maybe you need to be some little stubborn and perseverance and stuff like that to compete and try to find all the nook and crannies of accuracy. Polaroid. Wind is wind all over the world. It was very hard, but not impossible. Det är väl ungefär som det brukar vara där vi tävlar hemma också. Igår var det lite mer utmaningar med storm och regn och dimma, men idag har det varit jättefint. Inte något jättekonstigt väder. Við fengum hérna 40 feta gám frá Eimskip og við útbyggum hana innan þannig að það getur allir verið inni og hreinsa því að maður veit svo sem aldrei hvernig veður á Íslandi, það geta verið rok og rigning.
I can see many people who are perseverance and stubborn, but they are not flexible. And you have to be flexible to change tactics, strategy during day, during the competition week, and of course attention to details. That's probably the most important thing. There's tiny details which matters a lot. So. Það eru sex félagsmenn að vinna við þetta mót og það hefur allt, eins og ég sagði þá er þetta svona svolítið nýlunda að halda svona mót hérna. Við erum ekki vanir að halda þessa tegund af þessari skotfimi sem er grúppuskotfimi. Þannig við erum svona aðeins að renna blind í sjóin en ég held að þetta hafi tekist allt hnökralaust og við erum bara með frábæra strákar sem að sjá allt hérna. De skyttarna här har gjort ett jättebra jobb inför den här tävlingen. Det är en jättefin bana och vi tycker att allting fungerar väldigt bra. Och man kan ju förstå att de bygger en bana som är inomhus på Island för att vädret kan vara lite utmanande, men jättefin anläggning. Tyvärr lite för liten för att hålla större tävlingar. Det är för få bänkar för att det ska kunna hålla ett Europamästerskap eller ett världsmästerskap i framtiden. Men det går väl att bygga ut kanske. Superfint. Vi kollade precis på en ripa som satt på taket där borta. Det händer inte på svenska tävlingar. Det är väldigt, kan det vara topp 3 vackraste banor i världen säkert. Väldigt vackert. Ja, Dubiaco, fint. Ja, men det är fint också. Men väldigt lättillgängligt också. Vi bor 5 minuter bort. Hvað í þessu? Vodka. Svo hérna það er nú ekki margir í sportið hérna. Þeir eru ekki margir og þetta er svona, menn eru svona fullorðnir sem eru í þessu. En það væri vissulega gaman að sjá hérna yngri menn koma í þetta. Þetta er svolítið dýrt sport en þetta er skemmtilegt og flestir Íslendingar hafa alltaf verið svolítið viðriðnir veiðar og skotfimi, þannig að yngri menn ætti alveg geta komið í þetta. Það eru ekki bara skotfæri en að fjárfesta í yngingavél? Nei, bara klippa. Commence firing. Det har varit en ganska stabil antal skyttar som har skjutit bänkskytte, men nu har vi problem att få tag i grejer. Piper, kulor, tändhattar på senare år. Så att det är svårt att värva nya skyttar till bänkskyttet. Som tur är blir det ofta så att de som börjar blir fast. Så att börjar en ny person att skjuta bänkskyttet, då är han mycket troligen kvar också. In the long run. Jón B. Gjör svo vel, til hamingju. Takk fyrir að vera með okkur. Erla, eina konan að keppa, virkar ekki. Finnur, þú er á helviti hár hérna, ég er bara svona að hýnda. Til hamingju. Andi minn, til hamingju. Já, þakka þér fyrir flegri setningu sem kom fyrir mörgum árum síðan. Einn máf yfir.
Gylfi sé. Fyrir hann bensræsmanna. Ég fékk hann þá, fyrir rest. Einn má yfir. Einn má yfir, já. Með 6,47 var Daniel frá Svíþjóð. I wouldn't say that I was the luckiest one, but I won, and I'm pretty proud that this one was the first international competition here at Iceland, considering short range group shooting bench rest, and I'm really happy to be a part of it and part of the history. Þetta svona ákveðin svona upphæð fyrir okkur að það skuli koma topp skittur frá öðrum löndum og vilja keppa hérna. Við erum vel mannaðir og svæðið er gott og við getum haldið svona mót. Við erum bara búin að sýna það og sanna. Fílar gleyma engu. Nei. Er það ekki málið? Jú.